þetta sko flugsamgöngur og stóriðja, þetta innan þessa viðskiptakerfis Evrópu með losunarkvóta. Já. Sem svona markaður með kvóta, það þetta að kaupa og selja, ekki satt. Já. Sko, hvað geta stjórnvöld gert til þess að sko koma þar inn í? Hvernig tengjast stjórnvöld þessu? Það eiginlega spurningin, mjög góð spurning. Þetta koma taumhaldi á losunina í því kerfi. Þetta höfum við hingað til gert í gegnum EES-samkomulagið. Þannig að við höfum verið í rauninni í samfloti með ESB í þessum málum sem þýðir það að við tökum upp og innleiðum tilskipanir frá Evrópusambandinu sem að þá taka á þessu kerfi með stóriðina og þetta alveg rétt hjá þér. Þetta svona eins og við séum með pott og nú af því að þetta hérna á borðinu ætla ég að leyfa mér að ef að þetta potturinn í dag að þá smátt og smátt minnkar hann þannig að eftir því sem árin líða og kannski getum við bara tekið þetta, ég ætla ekki að losa úr þessu að því það eitthvað matur í þessu en að lokum þá þrengir þetta í rauninni að þeim losunarheimildum sem fyrirtækin hafa sem að þýðir þá tvennt. Annaðhvort verða þau að kaupa losunarheimildir á markaði eða að ráðast í tækninýjungar sem að draga úr losuninni. En þá þetta alltaf orðið spurning, hvort orðið dýrara fyrir fyrirtækin að ráðast í og smátt þá ætti þetta að leiða til þess að þau fari að draga meira og meira úr sinni losun. Já, með þá bara einhverjum aðferðum sem að þau verða bara að... Það bara þróun, tækniþróun sem að þá þetta ýtir undir, þetta hvati fyrir tækniþróun.